Snorri Másson sagði að það væri bara 2 kyn og samfélagsmiðlum fylltust af fólki til þess að útskýra hvernig þetta væri rangt hjá honum og ekki bara það að þetta var rangt hjá honum, þetta væri sko hatursfullt að segja þetta og það er alveg sama hvernig ég sný þessu. Hann er að útrýma fólki, já, það var gengið svo langt. Já, og það sem að sko það sem að truflaði mig sérstaklega mikið að fólk setti sko transfánan í hérna myndina sína á Facebook en á sama tíma þá hérna talaði líffræði og þetta er rosalega skrítið af því að the end of the day það snýst trans og non-binary ekki á neinn hátt líffræði. Þetta eru identitet. Fólk virðist ekki skilja munin á sem sagt DSD eða intersex annars vegar og trans hins vegar og það bara ægir þessu saman annarkvort að því að skilur ekki betur eða ykkur staðar finnst því að geta betur varið intersex línuna eða eitthvað slíkt, ég veit ekki nákvæmlega hvað býr á. Ég held mestmennins að fólk vita ekkert hvað er að tala, það bara stekkur á einhverja svona línur og endur tekur þær sko og það var hérna þetta er ótrúlega oft einkenni á þjóðmálumræðinu að horfa bara á sko, það var sem sagt bandaríski heimspekingur John Searle var með hérna svona thought experiment eða hugsana tilraun sem að heitir kínverska herbergið. Hugmyndin er basically svo að þú ert með herbergi, inn í herberginu er einstaklingur sem að sem sagt hann er með bók, þannig að þú getur sett inn sko spurningar sem þú skrifaðar á kínverskum táknum, hann tekur við þeim, fléttir upp í bókinni, finnur ef þú fær þetta tákn, þá átt að svara þig með þessu tákni og þú fær á tilfinninguna að þú sért að eiga samtal við einhvern, en raunverulega er aðilinn ekki að taka þátt í einu samtali, hann er bara að hvað segja, svona mæta mynstri, bara gefur út mynstur móti mynstri og mér finnst ótrúlega mikið af þjóðmálumræðinni almennt séð bara einkennst af þessu að þegar við erum að horfa á sko fólk debatar hluti, fólk setur fram fyrirsjáanlegan punkt sem er svarað með öðrum fyrirsjáanlegum punkti og maður sér handritið, maður hefur séð þetta samtal eiga sér stað svo oft áður þannig að hérna og minnst kannski augljósasta dæmi til þess að pikka í þar er til dæmis Evrópusambandsumræðan sem er farin í gang núna.